Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma. Í Jesú nafni. Amen. Í musterisræðu Jesú mætir okkur útbreiddur faðmur Guðs og við sjáum inn í huga hans. En það líka harmur Jesú. Og í 23. kafla Mattheusarguðspjalls lesum við þessi orð. Jerúsalem, Jerúsalem, þú sem líflætur spámennin og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hæna safnar ungum sínum undir vængið sér og þér vilduð ekki. Guð mun yfirgefa musteri ykkar og það verður lagt í rúst. Ég segi ykkur, héðan af munu þið ekki sjá mig fyrr en þið segið, blessað sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þú hefur kannski séð Kristmynd Thorvaldsens í Frúarkirkjunni í Kaupmannahöfn. Eftirmyndin er víða að finna í kirkjum á Íslandi. Kristur réttir fram hendur sínar með sáraförin og það sést sár í síðu hans. Listamaðurinn á að hafa komið að frummyndin úr leir að morgni og orðið fyrir vonbrigðum. Þá hafði höfuðið hnigið fram og hendur hans niður. En þegar hann skoðaði leirmyndina betur, rann upp fyrir honum að það var engin þvingun í augnaráði hans, heldur þarf maður að krjúpa til þess að horfast í augu við Krist. Þannig var það fyrir hendingu eða hvað að listaverkið varð talandi. Kristur birtur okkur Guð. Það er kannski ekki viðeigandi að segja það en Guð er eins og hæna sem safnar ungum sínum undir vængi sína. Jesús á ekkert í vandræðum með að grípa í þessa mynd en það talandi og kröftug. Hún sýnir okkur mildi Guðs, umhyggju og ást. Við höfum líka séð hvernig Jesús notaði myndina af foreldrunum, móðurinni og föðurnum sem elska barnið sitt, gefa því góðar gjafir, annast og leiða. Það er engin þvingun í ást Guðs, en það birtist hann í mesta veikleika mannlífsins, í barni, í þeim smáu og veiku, meðal syndara og vandræðafólks. Það veldur honum þá líka harmið þegar menn vilja ekki horfast í augu við hann og hrista höfuð sín yfir honum. Heilsaðu honum á nýjum degi og leyfðu deginum að bera þér blessun hans. Það komu til mín nokkur bænavers Guð eins og Jesús kendi okkur að þekkja hann, sem ég langar til þess að deila með ykkur. Við skulum biðja saman. Lífsins Guð, ég lofa þig, lát líf mitt vera bæn til þín. Þú ástarfaðir, elskar mig í allri neyð, ertu hjálpin mín. Opnar þú mér arminn þinn, ég á í faðmi þínum skjól, í sorg og harmi huggun finn, í húmi lýsir þú sem sól. Önnur verður veröld þá ef veit ég þig við mína hlið. Þú skynjar drauminn, þekkir þrá, ég þína dýrð sé ég bið. Drottin verði vilji þinn og veröld endur nýjist brátt. Í helgidóminn held ég inn, til himins lít í frið og sátt. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldinautum.
Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi okkur góðan dag.